Við erum hérna með jöfnuna mínus fyrir utan sviga. Inn í svigunum stendur 5 plus x, svíinn lokar, og allt er þetta jafnt og mínus 12. Þessi mínus er að Valdimar hausverk, hann er dálítið hættulegur og við þurfum að gæta okkar. Vegna þess að hugmyndin er, ég á að byrja inn í sviganum, en ég get ekki gert neitt. Þá langar mér að fella hann, þar sé eyðunum, en þá skiptir máli hvað er fyrir fram að svigan. Og ef það er mínus, þá breytist allt inn í sviganum. Því sjáðu til, í rauninni er þetta þá, þessi mínus sinnum þessi plús sem er á 5-unni, mínus sinnum plús mun gefa mér mínus. Þess vegna verður þessi 5 mínus hérna. En hvað með x-ið? Jú, sjáðu til, þessi mínus sinnum þessi plús sem er á x-inu, mínus sinnum plús líka, mun þýða að þetta x verður mínus líka. Þannig að þegar ég felldi svigan, þá breyttist allt inn í sviganum. Allar plústölur urðu að mínus. Og ef einhver hefði verið mínus hérna inni, þá hún breyst í plús. Nú er ég búin að fella svigan. Þannig að nú er bara að ráða hvar ég vil hafa x-ið og hvar vil ég hafa venjulegu tölurnar. Og af því að x-ið er hérna mínus, þá langar mig að fara með það hinum megin til þess að gera það plús. Þannig ég flyt þetta mínus x, þetta bláa mínus x yfir og þá verður það plús. En ég þarf að gera nákvæmlega sama við þessa mínus 12. Ég þarf að koma þeim yfir til hinnatalana. Þannig að þegar ég færa henni yfir hinum megin, þetta vinstra megin, þá breytist þessi mínus og hann verður plús. Þannig að nú er allar tölurnar komnar á sinn stað og allir bókstafirnir á sinn stað. Þá skulum við reikna út tölurnar. Mínus 5 plus 12 eru plus 7 og það er það sem x-ið er. X-ið er þá jafnt og 7. Ég veit að okkur finnst það skrítið að hafa x-ið hægra megin. Það vegna þess að við erum ekkert vön því endilega. En það er ekkert að því að hafa x-ið hægra megin. En ég ætla að sýna ykkur aðra leið sem ég geti farið og raun og veru getið þið vala á milli leiðana. Það er nefnilega þannig í stærðfræðinni að það er ekki alltaf ein leið sem er fær. Það er hægt að fara nokkra stundum. Hér er sama dæmi með mínus fyrir framan. Það má hugsa sem svo, þó að sjáist engin tala hérna fyrir framan, að þetta sé mínus 1. Og ég ætla að skrifa hann hérna, mínus 1. Og það er þannig, ég á að byrja inn í sviganum, ég á að reikna hérna inn í sviganum ef ég get, en ég sé enga leið í að leysa þetta inn í sviganum hérna. 5 plus x er bara 5 plus x. Þannig þá langar mér að horfa hvað er fyrir framan svigan. Og það er sinnummerki hérna sem er þó ekki skrifað en það er hérna. Þannig að ég á margfaldi með mínus 1 inn í svigan. Þetta er bara önnur leið hvernig hægt er að hugsa dæmið. Þannig ég ætla að margfaldi með mínus 1 hérna inn í svigan við 5. Þess vegna fæ ég þessa mínus 5, þessa gulu mínus 5. En ég þarf að margfalda líka við x-ið. Og mínus 1 sinnum x verður þetta bláa mínus x. Þannig að nú er ég komið sömu niðurstöðu hérna í þessu dæmi hér og ég var með hérna hinum megin. Þetta er bara mismunandi hvernig við hugsum þetta. Nú ætla ég að leyfa x-inu að vera vinstra megin. Það er að ég ætla að sjá hvað gerist ef x-ið verður áfram vinstra megin. Þá verður það áfram mínus. En þessi mínus 5 þarf þá að fara yfir til hinnatalana og hún breytist þá í plús. Þannig hér eru allar tölurnar komnar hægra megin og allir bókstafinir eru hérna vinstra megin. Við skulum þá reikna út tölurnar og bókstafina, það reyndar ekkert sem það að reikna hérna með bókstafina, en reikna út tölurnar. Og mínus 12 plus 5 er mínus 7. Þannig að mínus 1x er jafnt og mínus 7. Ég ætla núna að losna við þennan mínus sem hangir með x-inu. Ég vil að x sé plús í lokin, þannig ég vil að losna við þennan mínus. Og takt eftir þetta er mínus 1 hérna fyrir framan x-ið. Þannig að til þess að losna við það, þá deili ég með mínus 1 og gera það þá báðum megin. Því ef ég ger eitthvað öðrum megin, þá er ég að gera sama hinn megin. Þannig ég deili með mínus 1 hérna á vinstra megin og þá líka hérna hægra megin. Og þá deil mínusin hérna, þannig að hér stendur eftir bara 1x plús og það sem gerist hinum megin er að 7 stendur líka hér eftir sem plús.